Ég með glaðning til allra hlustenda á hlaðvarpið með lífi í lúkunum. En þið getið nýtt ykkur kóðan heilsuerla út október og fengið þannig 20% afslátt hjá Aldís í Bæjarhrauni af öllum Under Armour-vörum og Mizuno-vörum. Kóðin gildir líka á aldís.is og í versluninni í Kringlunni. Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í fyrsta heilsumólan hjá Heilsuerlu. Þetta verða svona stuttar útgáfur af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum, bara svona litlir fræðslumólar, örstuttir þættir sem að geta haft jákvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Heilsumólin dagsins er legðu daglega inn í heilsubankan. Á okkur dynja allskins upplýsingar hvernig bæta megi heilsuna. Bæði varandi hreyfingu, mataræði og allt annað, en hvernig vitum við hvaða upplýsingar eru sattar og réttar, hverju eigum við eiginlega að trúa, hvað virkar og af hverju og hvernig get ég gert varanlegar breytingar. Þetta eru spurningar sem við þurfum að spyrja okkur og vera dálítið gagnrýnin á allar upplýsingarnar sem við lesum og heyrum. En ég er með 5 ráð sem gætu gagnast ykkur sem eruð í þessum hugleiðingum. Fyrsta ráðið er forðastu öfga. Í öðru lagi fækkaðu blóðsykursveiflum. Í þriðja lagi legðu daglega inn í heilsubankan þinn. Í fjórða lagi finndu jafnvægi. Og númer 5, minnkaðu streitu. Þetta eru atriði sem þið hafi vafalist öll heyrt áður en hafa mjög jákvæð áhrif ef við gerum reglulega og temjum okkur þessar venjur. Svo ég fari nú í hvert atrið fyrir sig. Í fyrsta lagi að forðast öfga. Við skulum forðast töfralausnir og skyndilausnir. Ef eitthvað hljómar of gott til þess að vera satt, þá er það einmitt of gott til þess að vera satt. Það er nefnilega mikilvægt að umturna ekki öll í einu og ætla sér ekki að gleypa heiminn í einum bita. Það er gífurlega mikilvægt að byrja smátt ef við viljum breyta einhverju varanlega. Og helst að velja sér aðeins eitt atrið í einu til þess að einblína á. Og þegar það er orðið að góðum vana, þá getum við bætti næsta og næsta. Ég myndi til dæmis mæla með að byrja því að koma svefninum í rútínu ef að hann er út þúfur og fara að sofa á svipuðum tíma hverju kvöldi. Leið og svefnin er orðið nægur og við vöknum endurnærða morgnana, þá verður nefnilega allt annað auðveldara. Því næst er til dæmis sagt að bæta inn hreyfingu smám saman. Ef þú hefur ekkert verið að hreyfa þig, þá er ekki sniðugt að ætla sér of. Þá erum við ekki að fara út að hlaupa maraþon á morgun sko. Þá er nóg að byrja á stuttum gönguferðum reglulega og auka svo smám saman vegalengdina og fjölda göngutúra á viku. Ef þú hefur aðeins verið að hreyfa þig en langar að taka hreyfinguna fastari tökum, er skipulag og tímastjórn besti vinur þinn. Veldur þér hreyfingu sem þér finnst skemmtileg og taktu frá tíma fyrir hreyfinguna. Helst að skrifa hana niður í dagbókina eða einhvers staðar sem að þú veist að þú fylgir þessu eftir. Skrifaðu niður hvenær þú ætlar að æfa og alveg bara nákvæmlega klukkan hvað og allt það. Ef þér finnst erfitt að koma þér af stað, þá getur þú jafnvel skráði á námskeið eða fundið þér æfingafélag. Það getur nefnilega skipt sköpum að hafa hvatningu frá öðrum í upphafi og einhvern sem veitir manni aðhald. Þegar svefn og hreyfingur er komin inn í rútínuna, er auðveldara að taka til í mataræðinu og það geti þá verið 3. þátturinn. Og þá komum við að öðrum punktinum í heilsumóla dagsins. Fækkaðu blóðsykursveiflum. Ég las bókina Glucose Revolution sem ég mæli reyndar með að allir sem hafa áhuga á að bæta heilsuna lesi. Hún er komin út í íslenskri þýðingu, blóðsykurstjórn. Þar er farið vel yfir hvernig við getum haft gríðarlega mikil áhrif á eigin heilsu með mataræði okkar og venjum. Það besta er að þetta eru engin geimvísindi og bókin er full af ráðum sem auðvelt er að tileinka sér smám saman. En aðalatriðið er það að fækka blóðsykursveiflum yfir daginn og halda blóðsykri stöðum að það hefur gífurlega jákvæð áhrif á heilsu okkar og getur hjálpa okkar að losna við allskyns einkenni eins og orkuleysi, heilaþoku, nartþörf, svefnleysi og fleira. Þú getur lesið einfalda útskýringu á hvað gerist í líkamanum þegar við borðum og hvað veldur því að blóðsykur okkar hækkar á heimasíðu minni.
Það fyrsta sem ég myndi ráðleggja þér að gera ef þú vilt bæta heilsuna með mataræðinu er að einblína á fyrstu máltíð dagsins, hvort sem hún er klukkan 7 eða 12, að það sem við veljum að borða í morgunmat, það hefur gífurlega mikil áhrif á líðan okkar allan daginn framundan. Það er mikilvægt að velja sér mat sem heldur blóðsykurinn stöðugum. Það veldur því ekki að blóðsykurinn rjúki upp. Því að ef það gerist, þá máttu búast við rússíbana allan daginn, orkuleysi, svengd, óþarfa narti og fleiri. Þegar við höfum ekki borðað í langa stund talað það að við séum fastandi og það fyrsta sem kemur inn í kerfið í því ástandi hefur áhrif í langan tíma. Númer 3. Legðu daglega inn í heilsubankann. Margir leggja til hliðar hluta af tekjum sínum og eiga þá varasjóð fyrir efri árin eða ef eitthvað kemur upp á. Ímyndaðu þér að það væri til heilsubanki. Ef þú leggur inn í hann daglega þá áttu innistæðu fyrir óvæntum uppákomum, til dæmis veikindum, áföllum eða öðru. Ef við sinnum heilsu okkar daglega með því að nærast vel, líkamlega, andlega og félagslega, erum við að leggja inn í okkar heilsubanka. Og það er mikilvægt að gera það nefnilega smá á hverjum einasta degi en ekki bara í nokkru vikur í janúar og september, einhverju sem tengja. Við vitum flest hvað gerir okkur gott, en þekking er ekki alltaf nóg, heldur þarf stöðugleika til þess að sjá árangur og hámarka heilsuna. Þó að við höfum þekkinguna þá er alltaf mikilvægt að leita sér aðstoðar ef við upplifum að við þurfum aðhald eða einfaldlega hjálp við að komast úr sporunum. Ég hef til dæmis sjálf farið í næringaþjálfun, bæði hjá bandarískri konu sem heitir Katie Bosko og hjá Sigurjóni Erni vinni mínum í Ultraform og þar fékk ég það aðhald sem ég vantaði til þess að hrinda af stað breytingum og halda mig við þær. Á svipuðum tíma byrjaði ég að fylgja glúkósgoddess á Instagram og fór að prófa mig áfram með allskyns venjur til þess að líða betur og verða orkumeiri. Ég áttaði mig enn betur á því hvað daglegar venjur okkar skipta miklu máli. En ef við erum búin að leggja jafnóðum inn í heilsubankan í langan tíma, þá höfum við alveg efna á því að fara þess út af sporinu af og til. 4. Fyndu jafnvægi. Þeir sem hafa fylgt mér á Heilsu Erla á Instagram, þeir vita að ég tala mikið félagslega heilsu og hversu mikilvægt það er að gleyma henni ekki af því að hún er nefnilega jafn mikilvæg og líkamlega og andlega heilsan okkar. Ef einhver þessara 3 þátta er vanræktur þá upplifum við oft ójafnvægi. Við verðum að vega og meta aðstæður þannig að okkur líði sem best. Stundum föllum við nefnilega í þá gryfju að bæta líkamlega og andlega heilsu á kostnað félagslega heilsunar. Við ætlum að bæta mataræði, svefnin og hreyfinguna svo mikið að við gleymum algjörlega að sinna félagslega heilsunni. Við hættum til dæmis að mæta í boð af því að það er svo óhollir matur eða því að við náum þá ekki að fara nógu snemma að sofa. Þegar við finnum okkar jafnvægi, þá upplifum við vellíðan og hvað er góð heilsa annað en vellíðan? Skilgreining alþjóða heilbrigðissambandsins er: heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku. Númer 5. Minnkaðu streitu. Nær allir þeir sem hafa komið í heilsumarkþjálfun til mín á síðustu árum hafa talað það að hafa upplifað mikla streitu, sérstaklega tengt vinnu og streitan virðist vera rauði þráðurinn í því að fólk upplifa á endanum heilsuleysi eða að heilsan fari versnandi. Það er því ótrúlega nauðsynlegt að fækka streituvöldum eins og mögulegt er. Nokkra leiðir til þess að minnka streitu er að hreyfa sig reglulega, fá nægan svefn, stunda reglulega slökun eða hugleiðslu, rækta félagsleg tengsl, stunda þakklæti og fyrst og fremst ekki taka að sér of mörg verkefni nema vera vissum að ráða við þau. Ég hef nefnilega sjálf fallið í þá gryfju að færast of mikið í fang og ég týndi heilsunni í smá tíma. Þið getið lesið grein inni á blogginu mínu þetta ef þið hafa áhuga. En það er sko ekki auðvelt að breyta gömlum venjum og það er mikilvægt að sýna sjálfum sér mildi og vera þolinmóður. Breytingar gerast smám saman og þá er mikilvægt að einblína á það sem við gerum vel.